dag ætlum við að halda aðeins áfram með að kynnast HTML og sáum svona í síðustu viku vorum við aðeins að fara yfir söguna og hvaðan þetta kom og hvernig þetta svona lítur út alveg í grunninn, en núna kannski förum við í kjarnan í þessu öllu saman sem eru öll þessi element sem eru til staðar í HTML og það sem við erum að fara, bara það sem við byggjum vefina úr. Við erum að nota HTML5, það er bara það sem við notum og þegar ég tala HTML þá er það bara HTML5, eiginlega bara nýjasti, það er svona smá iffi hérna í kring, en það sem að, HTML5, það er bara HTML-ið okkar. Ok, og við erum með þessi element og þeim er skipt í hópa. Það er bara risastórt skjal sem segir bara til svona er þetta. Svona eru element og þau falla í þessa hópa. Við höfum þessi flow content sem eru flest element. Svo utan þeirra eru metadata element sem að skýra þá, við skilgreinum einhvers konar svona lýsigögn fyrir vefinn okkar. Svo erum við með interactive, það er eitthvað sem við getum eða notendur geta interakta við. Phrasing, sem við getum nota til þess að búa til efni og texta. Embedded, sem að sækir eitthvað inn til okkar. Heading, sem er þá bara fyrirsagnir og sectioni, einhvern veginn sem skipta upp í svona sections. Þannig að ef við kíkjum aðeins nánar á þetta. Ok, svona. Þá erum við með þessi flow og það er öll þau element sem fara inn í body eru flæði element. Og svo er þessi metadata, lýsigögnin. Þannig ég ætla bara að taka nokkuð dæmi og svo ætla við að skoða bara þetta risastóra spec-skjal yfir HTML og sjá aðeins hvernig við getum skoðað það og leiðir til þess að finna þetta. En svona besta leiðin til að fá eitthvað tilfinningu fyrir hvað er í gangi er bara að taka dæmi. Þannig ég bara tek dæmi. Link er þá, við erum með eitthvað skjal og það er frístandandi HTML-skjal og við ætlum að tengja eitthvað við það. Við ætlum að tengja við eitthvað annað skjal. Það sem við munum langmest sjá er að tengja svona style sheet við þetta, sem er þá einhver leið til þess að láta HTML-ið okkar vísa í eitthvað style sheet. Þannig að við skrifum HTML-ið okkar, það er merkingafræðilega stendur eitt og sér og er óháð öllu útliti í HTML-inu. Og svo sækjum við eitthvað style sheet og þar setjum við allt fínir í hana. Þannig að núna til þess að byrja með þá ætlum við bara að vinna alveg með hrátt HTML, bara alveg óstílað. Svo sjáum við hvernig það breytist þegar við förum í CSS. Svo erum við með meta, sem er oft líka kallað metatag. Það er, þó þessi meta-element, það er til þess að skilgreina texta sem við setjum á síðuna. Í öllum tilfellum viljum við skilgreina stafasett eins og við fórum yfir í seinustu viku, en síðan getum við líka skilgreint fyrir þetta eins og hver er höfundur síðunar, hver er lýsingin á síðunni. Og síðan eru leitarvélar og samfélagsmiðlar eru búin að skilgreina hinn ýmsu meta-lykla sem eru notuð til dæmis þegar þið takið einhverja síðu og sérið henni á Facebook, þá getur við búin að skilgreina í meta-gögnum. Þetta er myndin sem á að koma, þetta er textin, þetta er fyrirsögnin. Þegar við lendi að sér einhverju og það kemur bara eitthvað skrítinn texti, svona eins og þið sérið vefnum fyrir námskeiði, kemur bara eitthvað svona, bara allir textin eins og hann hafi verið tekinn og bara konkatana eitt streng og smelt í description. En það er út í að það er ekkert svona meta til þess að breyta því. Þannig að kannski gerum við það hérna meðan við gerum vefinn betri. Og svo er þetta fyrir alls konar. Þetta er fyrir Twitter og Pinterest og alls konar svona þjónustur. Þannig að lýsum við síðan okkar nánar. Fyrir vélum, ekki fólki. Svo getum við sett inn skrift sem við munum líka gera þegar við förum að taka JavaScript inn á síðuna. Og þá í raun, alveg sem við erum búin að vísa þá í eitthvað útlit, þá vísum við einhverja virkni sem að mun síðan auka við síðan okkar. Þetta er svona tengið síðan progressive enhancement sem við munum fara í. Síðan þegar við komum með síðan okkar, við erum búin að skilgreina í raun hluti sem tengdinni, en er ekki actual contentið á henni, þá viljum við fara að skipta því upp í einhverja kafla og svæði. Og þá notum við þessi sectioning element. Og þar eru þau nokkur, til dæmis main sem skilgreinir
hvar megin efni vefsins og við megum nota það einu sinni per vef. Þannig að það eitthvað element og allt sem inn í því túlkað sem meginmál vefsins. Þannig að við getum haldið fyrir utan því öllu navigation og skilgreint það síðan sér. Og innan megin getum við til dæmis haft síðan article sem þá, og núna fyrir við að koma inn innan svona part hátíðmenn sem að fólk oft svolítið ruglað sko hvað á því að nota hvar. Article fyrir efni sem stendur sjálfstætt innan vefs, til dæmis grein eða athugasemd. Þannig að verður þetta mjög svona iffy, mjög hratt. Þannig að hver munurinn á main og article? Ég gæti verið með tvær article á síðu. Það gæti verið bara að það séu hreinlega tvær greinar á síðunum sem aðgengilegar. En ég gæti líka merkt hverja athugasemd sem skrifið niður sem article. Og ég gæti verið með utan greinina fyrir ofan. Og svo fáum við hérna aside og hvernig breytist það svo? Var ekki hægt að týka aside sem jafnvel svona athugasemd. Það svona aside frá meginmálinu. Og þarna verður þetta svona oft tíðum, maður bara skoða þau element sem í boði og reynir að finna það sem að henta best. Síðan getum við haldið til dæmis fyrir utan main element og getum við haldið nav sem þá einhvers konar leiðakerfi fyrir vefinn og það þá einhvern veginn inn í nav elementinu. Við skoðum eftir hvernig það kemur út. Það ekki nóg bara að setja það og svo bara beint eitthvað texta þar inn í. Við þurfum að gera eitthvað meira til þess að ljóna meiri merkingu. Og svo fáum við svona sem svona almennasta kafla elementi sem section. Og það þá í raun bara eins og kafli. Við erum með eitthvað section og yfirleitt viljum við vera með eitthvað section og byrjum við að gefa sectioninu okkar eitthvað fyrirsögn og svo kemur eitthvað texti, eitthvað þar fyrir neðan. Þannig að áður en það var í raun öll þessi sectionin element voru skilgreind, þá erum við með element sem heitir div, sem í raun bara merkingafræðilaust element sem svona eitthvað division á síðu, sem í raun hefur eitthvað nema bara þetta eitthvað sem inniheldur eitthvað. Og þá vorum við að gera mikið svona að maður setti bara eitthvað ID og header, við vorum bara með einn header þannig að við notum það og nav, svo vorum við með eitthvað main og svo eitthvað svona section og svo við hérna ID og class munurinn á því mun sem komið ljós betur þegar við förum í hérna CSS en ID svona einhverft á síðu og svo undir hérna main, hérna undir div ID main þá fórum við að setja í raun main-málið. Þannig að í dag myndum við ekki gera þetta svona þó að þetta sjálfsögur alveg virki og sé alveg brúklegt, það væri svona að nota þessi element sem komin núna og eru búin að vera í þó nokkur ár og eru orðin alveg bara partur af vefnum og það sem við viljum frekar nota. Þannig að þetta header og inn í honum eitthvað nav, svo erum við eitthvað main og inn í því kemur í raun section eftir section eða hvað sem við setjum og svo getum við haft hérna fyrir utan footer. Fyrirsagnir eru síðan mjög einfaldar. Þær eru í raun bara H1 til og með H6 og inn í það setjum við í raun bara fyrirsagnir fyrir það efni sem við erum með. Og þeir getur alveg innihaldið annað efni en ekki aðrar fyrirsagnir eða svona eitthvað meginmál, heldur bara textan. Og þá H1 mikilvægasta fyrirsögnin á síðu, H2 næst og svo framvegis til H6. Og síður, kaflar og svæði hafa sínar fyrirsagnir og við ættum í raun að skilgreina eins og ef við erum með article ættum við að skilgreina heading á hana og svo section heading á það. Og síðan getum við út frá þessum fyrirsögnum og í raun köflum og svæðum skilgreint ykkur svona útlínu fyrir vefinn okkar. Þá þetta svona eins og ef þið hafið skrifað ritgerð í Word eða eitthvað svoleiðis og svo kveikið á svona outline mode, þá sjáu þið í raun alltaf kaflaskiptingu með eitthvað. En í HTML5 speknum var þessu breytt að einhverju leyti þannig að þú máttir í raun byrja nýja svona heading röð innan hvers svæðis. Þannig að ég geti verið með article og inn í því var H1, H2, H3, svo gerði ég section inn í því, þá mátti ég byrja aftur á H1 og þá var það túlkað sem mikilvægasta fyrirsögnin innan þess kafla í konteksti við kaflan utan. En
þetta svona hefur ekki gengið nógu vel, af því að það sem mikilvægast við það að nota fyrirsagnir í réttri röð það að þegar við erum að nota einhver önnur tól til þess að lesa vefi, þá erum við að gefa til kynna hvað mikilvægast. Þannig að ef við erum að nota skjálesara sem les vefinn, þá les hann fyrst H1, af því það semantically mikilvægasta fyrirsögnin á síðunni og svo framvegis og þá í röð. Þannig að við höfum bara eins og við erum með bók, við erum með nafnið á bókinni, svo heitið á kafla, kafli 1, kafli 2, kafli 3, undirkafli 2, 1 og svo framvegis. Þannig að það svona helsta og við ættum bara að halda okkur við það að skilgreina bara headings í bara þeirri röð sem við erum með á síðunni. Byrja bara mikilvægastu og svo niður. Svo erum við með þessi phrasing efni, en þá erum við í raun bara með efni sem við í raun komið bara alveg niður að textana sem við erum að fara að birta. Og þá erum við mest að nota bara P fyrir málsgreinar og þetta yfirleitt það sem við setjum bara utan textana sem við erum að fara að birta. Svo komum við inn í svona backwards compatibility mál, en B þýddi einu svona bold, en bold sem slíkt ekkert að gefa okkur neina, það ekki að gefa okkur neina merkingu, það bara að segja nákvæmlega hvernig það á að stíla. Það ekki, það ekki markmið HTML, það gert með CSS. Þannig að það var endurskilgreint til þess að vera eitthvað element sem dregur athygli texta á þess að gefa honum aukið vægi. Það er svona mjög fluffy og góð skilgreining. En þess að núna svona mælt þess að nota strong, til þess að gefa strong, til þess að gefa honum aukið vægi þannig séð, og svo erum við með M sem gefur emphasis, sem þá svona strong og emphasis. Strong, þá getur maður svona, ef maður brýtur aðeins þetta módel, þá strong, feitletrar, emphasis gefur italics. En það bara út frá því hvað vafrinn gefur okkur svona í sínum default stílum. Skoðum það nánar seinna. Svo erum við code, það getur merkt forritunarkóða. Já, og svo eru fleiri element sem koma inn sem við munum svona sjá hægt og rólega bara, og þetta dettur inn þegar ég fer að skoða þetta. Svo getum við embeddað efni eða feltað inn í vefinn okkar, og þá yfirleitt erum við að nota eins og img sem þá fyrir image, og það bætir mynd við, og við vísum í það með attribute sem heitir source, sem segir þá þessi mynd hér með eitthvað source sem í raun einhver slóð, og svo slóð í raun bara resolvuð út frá því hvar við erum. Þannig að við getum lent í vandræðum ef við erum með vef sem svona nestaðir, en við skoðum þá eftir hvernig myndir bara í dæmi, hvernig það brotna síðan ef við vísum vitlaust. Svo getum við með audio og video sem bætir þá við hljóð og mynd. Þetta líka eitthvað sem ekkert sérstaklega gamalt, kom með þessu HTML5, og áður fyrir þá þurfti, ef við ætlum að fara að gera eitthvað svona, þá þurfti maður að vera með eitthvað rosa vesen, gætum að nota object eða farið yfir í að nota flash eða eitthvað svoleiðis. En í svona langflestum tilfellum í dag, ef við viljum bæta við hljóð eða mynd af vefi, þá getum við bara nota audio og video. Og þá object svona þetta almenna sem að bætir við einhvers konar plugini eða eitthvað svoleiðis, til dæmis flash. Svo erum við með interactive element sem að þá notandi getur eitthvað interakta við, getur átt við, og það þá helst nefnilega bara hyperlink. Ég get interakta með því að smella hyperlinkin, hann inniheldur eitthvað efni, og href attribute segir til að hann sé í raun og veru tengill og vísi eitthvað annað, og þá smelli ég á hann og þá fer hann eitthvað. Svo erum við með audio og video, við getum ekki bara nota þess að birta eitthvað hljóð eða vídeo og spila það strax, heldur getum við líka í raun haft einhverja leið til þess að stjórna þeim. Við getum pásað það, við getum spólað fram og tilbaka, hækka og lækka, og þar af leiðandi eru þau gagnvirk. Svo erum við með input sem tekur þá við í flest tilfellum við efni frá notandanum í gegnum form. Skoðum það eftir. Það eitthvað svona það sem við ætlum að safna saman einhverjum upplýsingum sem við tökum. Já. Element og attribute, munurinn á því ef við stökkum aðeins yfir í editor, þá gerum við og gerum Þannig að ég með eitthvað ég ætla að gera P. Þannig að þetta P-element. Og inn í það kemur eitthvað meira. Þannig að ég segi bara halló. Þá þetta í heild sinni P-element. Þetta end
tag fyrir P-elementið, þetta byrjunartag fyrir P-elementið og svo ef ég vil gefa þessu P-elementið eitthvað meira, til dæmis ég vil gefa því eitthvað til þess að stíla það, ég vil kannski kasta þetta til fyrsta setninginu, þetta stílan einhvern veginn sérstaklega í CSS, þá get ég gefið henni attribute sem heitir class og gefið því einhvern streng sem heitir first. Svo get ég líka verið með eitthvað sem heitir text. Þá ætla ég að stíla það einhvern veginn sérstaklega. Ég get þá bæði valið í raun allar setningar, ef við höfum þetta einhvern veginn svona. Og ég vil einhvern veginn geta sagt, gefið öllum texta gert hann bleikan, en fyrstu setningunni á síðunni ætla ég að gera feitletraða og seinustu ætla ég að gera skáletraða, þá get ég í raun valið það í CSS með því að nota þessi hérna class. En við skoðum það frekar setna þegar við förum í CSS. En attribute í raun þetta hérna, þetta eitt attribute á P-elementinu. Þannig að það í raun, svo þetta að gera alls konar meira, það að setja gögnana, það að setja ID og svona og við sjáum aðeins meira það á eftir. En það svona grunnhugmyndin þessi element tag og attribute. Svo erum við með lista, þeir eru af þremur típum, það unordered, ordered og svo hérna definition list. Innan ordered og ordered lista erum við með svona list item, en innan definition list sem þá yfirleitt eitthvað, við erum með eins og spurningu og svar. Eitthvað hugtak og skilgreiningu. Þannig að það voru alltaf með sko key og valueið bæði sýnilegt. Ég meina, hinir listarnir eru bara eitthvað svona efni. Eins og þetta hérna, bara birtinguna eins og hér unordered list. Þannig að sjáum við hérna, þetta ordered list og hann þá bara nákvæmlega svona. Ordered list og svo bara item, item, item. Og ef við hefum haft þetta UL, þá hefði ekki komið 1, 2, 3, heldur punktur, eða þú veist, hérna svona hringur, hringur, hringur. Svo getum við stílað þetta frekar til í CSS, breytti hvernig þetta hafa sér, hvort það sé kassi eða eitthvað svona. Svo erum við með, eins og hérna, þá erum við með einhvers konar skilgreiningu, HTML, Hypertext Markup Language búið til að Berners-Lee. Og þá það einhvern veginn hérna, við erum með definition list, við erum með definition term hérna sem HTML, og svo erum við með definition, og þá getum við haft í raun fleiri en eina definition. Og við getum í raun skilgreint þetta eins og í einhvers konar, eins og maður myndi gera í einhvers konar alfræðiorðabók, eða munið hvernig það lít út. Ok, þetta eru svona grunnelementin og það náttúrulega eitt að horfa á þetta hérna og svo annars sko að þú setjast niður og með eitthvað text og hvernig á ég marka þetta upp. Það svona fyrsti heldur sem ég lendi á. En við skoðum það eins saman og það hérna, það ekkert óðalegt við það. Þetta voðalega hérna, skrítið allt saman. En hérna í raun þegar við erum með spekkin, þá erum við með eitthvað svona element og við viljum komast að því hvað það Þannig að við opnum hérna. Spekkurinn það bara hérna, ef við kemst út úr þessu, svona, fyrir bara svona. Hann hérna, HTML, nú erum komin með 5,2, nýjasta útgáfan. Þetta ef hún hættir að henda mér hérna, bara nýjasta útgáfan af HTML5 spekknum sem í raun bara það sem W3C skrifar og skilgreiningin fyrir því hvernig HTML á að vera túlkað. Þannig að þetta var í raun skrifað, svo koma vafraframleiðarnir, lesa þetta og segja, já, ok, það verður að bæta við þessu hérna elementi. Það á að haga þessu svona, það má nota það hér, það hefur þessa hérna semantik og það má taka á sig þessi attribute og þannig í raun hægt að bæta við. Þannig að við erum í raun með eitt skjal, bara skjalið, sem segir til hvernig þessu hlutur að virka. Þannig að hérna erum við með síðan eins og A-elementið. Þá fyrir við og finnum það bara hérna. Fyrir kannski, tökum hérna, þá þetta vera svona vinstri hérna. En ég bara með svo litla upplausn að responsive dotið sem þessi vefur notar lætur vinstri valmyndina hverfa. Þannig að hún þarna. En ef við förum hérna inn á, þá förum við bara inn í table of contents og þá sjáum við bara hérna introduction, bara þetta hérna. Hér sjáum við HTML versus XHTML, það bara, sagan þarna.
presentational markup, hérna til dæmis verið að tala þetta, við eigum ekki að skrifa skrifa HTML sem að segja til hvernig við eigum að presenta, heldur merkingufræðina. Þannig hérna font color eitthvað sem við eigum aldrei að nota. Og svo fáum við bara hérna terminology, alls konar, case sensitivity, fullt af upplýsingum sem hafa komið upp við það að fólk hefur verið að útfæra í raun parsera fyrir HTML og eitthvað sem á að birta. En það sem kemur okkur mest við í raun hérna elements og hérna þessa típu sem við vorum að fara yfir. Og ef við förum hérna í phrasing content, þá sjáum við hérna að þetta bara þetta og svo getum við farið og fundið hérna A. Og þá fáum við bara hérna, og þá er bara hérna kafli the A element. Og þá hérna fyrst categories, context in which this element can be used, content model og content attributes. Og þá í raun categories hvaða flokkum til þetta, context, hvar maður nota þetta, content model, hvað maður fara inn í þetta og content attributes, hvaða attribute má setja á þetta. Þá getum við séð hérna að categories að þetta flow content, phrasing content. Ef það href attribute, þá þetta interactive, af því annars þetta ekki í raun linkur. Þetta einhver svona placeholder fyrir link sem kemur fram hérna fyrir neðan. Þannig þetta represents a hyperlink, has no href attribute, represents a placeholder for where a link might otherwise have been placed if it had been relevant, consisting of just the element's content. Þannig að þetta svona alveg fullt í þessu. Og svo sjáum við hérna frekar, content model, transparent, but there must be no interactive content or A element descendants. Þannig inn í A megum við ekki setja annað A. Af því þá kemur spurningi, hvað þýðir það að vera með einhvern hyperlink sem hyperlinka inn í sér? Hvor mikilvægari? Hann sá sem ytri, hann mikilvægari fyrir alla heildina eða áttu einhvern veginn að splitta honum upp og hafa orðið sem í miðjunni hyperlinkað, en svo þegar það er búið að loka því elementi þá kemur hitt. Þannig að þetta verður svona, þannig að reglan bara svo við setjum ekki neitt inn í þetta sem interactive. En við megum setja eitthvað sem transparent og þá getum við farið að skoða hvað transparent. Og það hérna í raun bara texti sem maður má sjá, þú veist, hann er ekki interactive, hann er svona transparent, svona sést í gegnum hann. Og svo getum við séð hvað gerist ef við förum núna hérna og skrifum núna, getur ekki þekka það eins, skrifum hérna eitthvað og þá í raun þessi hérna markup validator, hann bara að taka spekkin og hann síðan einhver svakalegur þáttari sem hann á bakvið, sem við sendum þetta í, hann passar allt skjalið sem við sendum eftir öllum þessum reglum sem eru í þessu risastóra skjali og segir okkur hvort að við séum að brjóta eitthvað eða ekki. Þannig að núna get ég bara flýtt mér aðeins og skrifa þú veist a-href fú a check. Þetta í lagi, þannig að hérna ég að gera eitthvað og svo get ég sett hérna ar. Þetta ennþá í lagi, no errors or warnings. En svo ætlum ég að breyta þessu hérna í eitthvað. Veist þetta. Þá fæ ég hérna start tag A seen but an element of the same type was already open. Þannig að hérna fáum við að við séum með einhverja villu sem þá bara þessi villa sem skilgreind hérna og verið að hanka og grá. Að inn í A má ekki vera A. En síðan samt, ef við tökum þetta og við setjum þetta hér og vistum þetta og förum hérna. Opnum þetta, þá þetta samt hérna og báðu linkarnir virka sem skildu, svona eins og ég gæti hugsanlega hafa skilið þetta. Þegar ég íta fú og þá sjáum við hérna uppi, þetta heitir ankor, partur af hérna slóðinni hérna uppi. Ég íta fú og hann verður fú, ég íta ba og hann verður bar. Þannig að þó svo þetta birtist alveg og virki alveg,
þá erum við samt að brjóta einhverja svona reglur sem eru þarna á bakvið, ekkert einhvers konar, bara reglur sem eru þarna á bakvið og við getum lent í vandræðum. Þannig að vafrinn er mjög góður við ykkur. Hann mun leyfa ykkur að birta hvað sem þið viljið og hann mun gera sitt allra besta til þess að birta það. Þannig að þið getið hugsað sem vafra sem svona anti-compiler. Compiler mun aldrei leyfa ykkur að gera neitt sem meikar ekki sens í statically typed forritunarmáli. Það er bara öfugt hérna, bara eitthvað, ok, herðu, ég reyna að finna út úr þessu og bara allt gert til þess að þjónusta ykkur. Þannig að það sem við viljum gera svona þegar við erum að byrja í HTML er í raun að vera dugleg við það að keyra þetta, og það er svona, fyrsta verkefni er bara það, þið keyrið þetta, ef þetta er grænt, þá eru þið svona garantít, 80-90% af verkefninu. Af því að, ef þetta er rautt, þá verður þið tekið niður grint, af því að þá eru þið líklegast að gera einhverja villu sem að þið fattið ekki. Þið fáið allar upplýsingarnar þarna úr. Ok. Þannig að svona getum við skoðað spekkin og séð. Svo er þetta enn frekari upplýsingar hérna. Svo hérna hvaða attributes er í lagi að setja. Við getum sem href, target, ef við viljum að ég smelli á hana líkt og þetta opnast í nýjum tabbi eða nýjum glugga, þá getum ég sett það með target. Ég get sett hvert er tungumálið á hlutnum sem ég er að linka í, sem er svona ennþá minna notað, og svo erum við með þessi global attributes hérna. En global attributes eru tæmandi listi af attributum sem öll element með að fá sig og það sem við notum helst af þeim eru ID, sem er þá eitthvað auðkenni sem er notað þegar við erum að fletta upp aðalega þegar við erum að nota JavaScript í domminu sem við erum að skoða. Og við getum líka notaði CSS, en við viljum aldrei notaði CSS nema sem einhverja rosalega sérstakar ástæði fyrir því að því að ID er þannig að það má bara vera eitt svoleiðis per síðu. Vafrinn mun leyfa ykkur að vera með fleiri og hann mun alveg birta það og þetta mun alveg virka, en þið getið lent í mjög skrýtnum og leiðilegum böggum ef að þið eru með sama ID á fleiri með einum hlut, sérstaklega eru að fara að nota ykkur í svona einhverju JavaScript-dóti. Og síðan erum við með class sem við notum sem sagt eiginlega bara að öllu leyti og einungis klass til þess að nota, til þess að tengja hérna HTML-ið okkar við CSS-ið. Þannig að þá getum við, eins og við vorum með hérna í þessu dæmi hérna, þá erum við, í raun getum við sett með svona, þetta er space separated listi af orðum sem eru hérna skilgreind í klass sem við getum síðan notað í CSS-un okkar. Þau ættu að vera lýsandi fyrir hegðun en ekki útlit, en oft á tíðum brjótum við það því að það getur verið alveg rosalega erfitt að finna eitthvað, en ég veit bara hafa þetta rautt, en ég ætla að kalla það important, svo erum við eitthvað sem er svona fölrautt, ég ætla að kalla það less important, og svo verður þetta bara svona, maður er komið með eitthvað svona semantík sem make ekkert sense að þegar maður vill bara ekki nota þetta er rautt. Þannig að þetta er svona, við förum betur yfir þetta þegar við förum í hérna CSS, og hvernig er gott að smíða svona klasanöfn, það skiptir máli. Ok, þetta er eins og venjulega að taka lengri tíma en ég held, en töflur. Töflur eru svo bara þegar við viljum setja upp okkur töflulega gögn, og það er partur af verkefninu núna, og þá setjum við bara inn í table elementið töflu, svo erum við með eitthvað caption sem lýsir gögnunum í töflunni, svo getum við sett upp hausinn á töfluna, og meginmál töflunar, og fótinn á töflunni. Og inn í þetta síðan koma raðirnar, og inn í röðunum geta verið annarkvort header reitir sem eru þá með texta. Þeir geta þá bæði verið inn í, hérna, í haus og í byrjun raða, þannig að við erum með svona two-dimensional töflu. Og síðan erum við með TD, sem er bara svona table data. Það er bara ein cella í töflunni. Og svo getum við sett alls konar attribute á, ekki form, heldur table. Til dæmis getum við sett border til þess að setja border, en þetta er svona presentational, en oft viljum við setja það þegar við erum að vinna með svona í byrjun, af því að annars sjáum við ekki í raun hvar ein cella endar og hinn byrjar. Svo getum við sett call span til þess að láta hlutina fara yfir fleiri en einn dálk, eða row span til að láta fara yfir eina eða fleiri röð, og scope sem segir til fyrir þessa header í hvaða átt á þetta header. Þú veist, ég er með header sem er í byrjun raðar og það á við röðina. Ég er með header sem er í dálknum, það á þá niður dálkinn. Og þetta getur farið síðan að skipta máli þegar við erum að fara ekki að horfa á töfluna, það sem er augljóst fyrir okkur,
heldur að lesa töfluna með svona lesvélum. Þannig að hér einhver tafla og hún með haus sem hér, tvær raðir og svo einhverja summu hérna. Þannig að þá fyrst erum við bara með table head og hérna erum við með TH sem í raun gera verka með að við sjáum það hérna í þessu að þetta feitletrað og svo fáum við fyrir hvert efni, þá erum við með bara row, svo bara TD. Þetta bara spurningum inndrátt og þá sjáum við svona vel hvernig þetta lítur út. Og svo erum við með hérna T-foot og hérna setjum við strong til þess að fá í raun, við erum að setja strong emphasis á það að þetta sé samtalan og látum hérna call span fara, þannig að þetta fer yfir 2 dálka. Þannig að þetta svona einföld tafla og það svona alltaf gott að setja upp töflur af því að það lærir maður að meta það hvað það skiptir miklu máli að draga þessa hluti rétt inn þegar maður vinnur með HTML. Af því að það skiptir máli í raun hvað lokast. Af því að annars þetta bara rosa mikið vesen fyrir mann að bara eitthvað, hey, ég lokaði og vart TR-inu of snemma, öll tafla mín einhverju rugli, ég sé það ekki að þetta allt í einum graut. Þannig að bara hreinn og fínn inndráttur og ef við erum í vandræðum, nota validatorinn og þá erum við nokkuð góð. Og síðan svona hinn stóra svona flókna dótið sem við getum fyrir að nota form. En form þá alltaf þegar ég hafa einhvern tímann fyllt út svona form, eins og þegar ég kaupa ykkur miða á netinu eða vöru eða eitthvað og þeir að slá inn hérna allar upplýsingar ykkur, þá það svona form. Þá það að safna saman einhverjum gögnum sem að þið interakti við, sláið inn í og svo eru sendt aftur á einhvern vefþjón til úrvinnslu. Inn í formi setjum við label til þess að segja eitthvað sé í viðmóti formsins og input sem við sáum hérna áðan sem svona interaktiv sem að leyfi þá notandum að slá eitthvað inn og svo erum við með textarja fyrir margar línur af texta, þannig ef við ætlum að skrifa eitthvað meira og field set hópar hluti saman og legend gefur honum nafn sem svona eins og heading, þannig að við setjum ekki heading inn í field set, við setjum legend og svo erum við alls konar tegundir af input sem við skilgreinum með attributi. Þannig að við segjum type og svo getum við gert text. Þá fáum við bara svona sem við setjum texta inn í. Við getum sett radio, þá það svona radio button sem alveg rosalega lítið hérna. En hann svona, getur bara verið eitt gildi af honum valið og út frá því hvernig hérna vafrinn velur sem sagt name attributið á inputinu. Þannig að mörg input með sama name attributið í raun sama á hérna radio-buttonum. Við skoðum dæminu þetta eftir. Svo erum við checkbox, það bara svona boolean, það annarkvort checka eða ekki. Og search, þá kemur svona eitthvað, eins og þá túlkar Chrome það að hann hefði byrst svona X hérna til þess að hreinsa út. Það í raun þessi hérna nýrri, eins og e-mail, eru svona nýrri týpur sem eru ekki að öllu studdar í öllum vefnum. Og svo hérna URL, tel, number, range og svo fáum við svona. Og hérna fáum við einhvern svona date picker, hann mismunandi fyrir öll stýrikerfi, alla vafra og svona meira. Þetta opnar eitthvað svona úr stýrikerfinu en þetta svona hluti sem við getum prófað að nota en ef við erum að fara að gera hluti sem þurfa að vera studdir á mörgum stöðum þá þurfum við svona passa okkur. Svo erum við með name, það þetta sem sett á nafnið á breytunni og það sendt tilbaka til þess að vinna úr því. Required, placeholder, autofocus, þetta svona einhvern veginn að segja til það hvernig á að meðhöndla þetta í vafranum. Við getum síðan sett svona pattern til þess að búa til svona reglulega sæð eða reglulega expression til þess að segja til hvernig á að validata hlutin okkar. Hérna erum við bara með label og þá label þannig að ég set hérna label for email þá vísar það hérna í ID-ið á email þannig að ég smelli hérna email og þá fer fókusin þangað og svo út af því að þetta í raun type email þá reyni ég að senda og hann líka raturinn líka required þá fæ ég hérna þú verður að fylla þetta út skrifa ég eitthvað, nei, þú verður að hafa @merki svo set ég @merki og þá þetta góðið þá getur ég senda þetta. Þannig að vafurinn, hann
hann sér eitthvað að gera fyrir okkur þarna, en það mjög lítið, en það hægt að treysta á stundum, svona til þess að hjálpa mann eitthvað. Hér erum við síðan með aðeins flóknari, við erum með eitthvað sem required, það autofocus, það reyndar, ég tók það út svo það myndi ekki autofocus, það er glæru í byrjun, og svo erum við með eitthvað pattern hérna sem segir til hvernig á að fylla þetta út. Og svo erum við með svona placeholder, þannig að það sjáast alveg okkurlítið hérna, þá þessi hérna texti svona gráleitur hérna undir, og svo getur ég byrjað að skrifa eitthvað, og svo segir hann hérna, nei, þetta ekki réttu formi. Þannig að þangað til að ég búinn að segja eitthvað sem í raun 0 til 9, 1 eða 2 tölur, bandstrik, og svo 7 tölur, þá mun þetta vera að segja mér hérna að þetta sé ekki rétt. Svo erum við hérna með, sem ég vil taka eftir, að svona hvernig við notum þetta fyrir í raun að smíða eitthvað og velja eitthvað svona. En tökum smá pásu, fáum okkur frískt loft sem svo mikil þörf á.
Jæja. Herru, nú ætla ég aðeins Hæ! Nú ætlum við að halda áfram og ég ætla að fara að sýna ykkur dæmi um það hvernig við tökum eitthvað efni sem við höfum, bæði bara inn í hausnum á okkur og eitthvað svona sem við höfum jafnvel á blaði og markum þau upp á góðan hátt til þess að síðan nota það enn frekar til þess að birta ykkur upplýsingar. Þannig að þá ætla ég að gera þetta þannig og ég ætla bara að gera ráð fyrir neinu, þannig ég ætla bara að sýna ykkur hérna. Ég er að nota Atom. Það var dæmatími áðan og ég veit ekki, ég hef ekki heyrt í þeim sem voru með hann hvernig gekk. Ég ger bara ráð fyrir að það gengi brilliantly og þá var í raun svona það sem ég lagði fyrir var að ég myndi kíkja á það, hvaða textarill allir sem noti og einhver eitthvað spurði mig í seinasta tíma. Ég notaði Sublime í mörg ár en skipti yfir í Atom núna bara fyrir á þessu ári og er bara mjög sáttur við hann fyrir utan það að ef þið reynið að opna stórar skrár í honum þá mun hann deyja af því að það sem er svo gaman við hann og er mjög áhugavert er það að Atom er skrifaður í HTML, CSS og JavaScript. Þannig að allt þetta hérna sem er, allt þetta Chrome sem er hérna, það segja, þessi tabs hérna, þessi stika, allt þetta hér, þetta hérna allt saman, þetta er allt vefur. Og þetta er allt að keyra með þess að inn í Chrome. Og þetta er að nota tækni frá GitHub sem heitir Electron, sem er í raun, þannig að við getum tekið eitthvað sem við skrifum bara á vélinni hjá okkur og pakka því upp í application sem er hægt að keyra bara á öllum stýrikerfum. Og það með sér þannig að eins og við sáum hérna aðeins í seinasta tíma, sem var reyndar gekk svo illa út af því að það flikkaði svo mikið á okkur. Ég get kveikt hérna á DevTools og hérna get ég, aftur er ég búinn að undokka þessu, þannig að ég get farið hérna og ég get skoðað í raun sourceinn að síðunni minni, hérna, ég lokum þessu, fáum smá pláss. Þannig að við sjáum hérna að ég er með eitthvað section og hérna er bara hvernig vafrinn er búinn að skrifa þetta. Svo er bara, inn í Atom get ég gert það sama, af því að Atom er bara vefur og ég get skoðað hérna bara, já, þetta hérna er eitthvað ordered list með list item inni. Þannig að, veftekni er besta tæknin og svo besta til þess að læra í dag. Og þið eru svo á réttum stað af því að það er allt að færast yfir í vef. Þannig að vel gert. En það eru fleiri hlutir sem að þið notið örugglega dagstaglega. Örugglega það flesta sem þið notið í dag er skrifa í vef. Ritill eins og Atom eða Visual Studio Code og í raun þessi ritlar er að færa sig yfir. Ég held að við munum ekki sjá mikið lengur svona ógeðslega þunga og stóra eins og Eclipse eða eitthvað svona vafra, svona hérna IDE, ég held að þetta mun alltaf færa sig yfir í vef meira og meira og það er að gerast. Svo Spotify, allt skrifað sem vefur, allt UI-ið í Spotify er vef, veist. Svo er náttúrulega bara vefurinn, Facebook sem tekur örugglega stóran part af tímanum, Twitter, allir þessi klientar, alveg niður í það bara appin sem er notið eru oft tíðum bara að nota vefbirtingu í langflest sem við sjáið. Þannig að vefurinn er allstaðar og hann er bara svo frábær og hann er svo vel skilgreindur og hann er svo vel þekktur að hann er bara notaður allstaðar. Þannig að, já, það var svona smá tribut, vefur ég elska þig. En núna á Makka til þess að fá DevTools upp er það Command-Alt-I og ég held að þú getur bara opnað hann hérna einhvers staðar. Ég veit ekki alveg hvað það er hérna, en það er örugglega
ég man ekki Windows. Það sama shortcutið og til þess að opna það í Chrome. Já, þannig að nú ætla ég bara að búa til einhverja nýja síðu og ég ætla að skoða hana. Þannig nú ætla ég bara, ég er með eitthvað hérna, ég er bara með tómt blað. Ég man það að ég á að gera eitthvað svona. Og núna er ég byrjað að skrifa HTML. Ok. Head, title, fyrsta pröfan mín. Okay, og svo ætla ég að gera hérna body og hérna ætla ég að gera eitthvað meginmál. Ok, nú er ég búinn að skrifa og hvað vantar hérna? Hvað vantar mig? Það er hér. UTF 8. Svona. Nú erum við... Er það ekki sjálfvalið að þú gerir HTML? Nei. Af því að ég get valið það að vista þetta skjal sem eitthvað annað en UTF 8 og þá verður að skilgreina, það verður að fastsetja í hverju þetta skjal er af því að vafurinn getur ekki giskað. Af því að til þess að geta lesið skjalið og passa það rétt þá þarf hann að fá einhverju upplýsingur í hverju það er. Ok, þannig að núna ætla ég að vista þetta og ég ætla að vista þetta einhvers staðar hérna bara í þessari rót hér sem bara fyrsta HTML. Ok, og nú sjáum við, ég vista þetta og við því að gefa því, þó það sé svona frekar subtool contrast, þá fékk ég svona syntax highlighter í gang og núna fer ég hérna bara í Finder og ég ætla að fara bara inn á vélina mína og lokum þessu og finnum hérna skjalið. Fyrsta. Hérna það. Þannig að núna er ég raun bara með þetta á harðardiskum hjá mér og mér langar að sjá hvað vafurinn gerir við þetta og þá get ég raun bara tekið þetta draga þetta, hvað er þetta? Ég er minn eini. Ok, þið trúið mér bara, ég get tekið þetta og ég get dregið þetta hérna yfir í vafran. Þá sjáum við hérna að ég er búinn að opna þetta og það sem við sjáum oftast er, þú veist, HTTP hérna fremst. En ef við sjáum hérna hvað ég er fremst í stikunni, þá er file 3.0 skástrík, þá er þetta bara leið til þess að lesa skjalið úr fælsysteminu. Þannig að ég er hérna, ef við förum hérna, bara sem ég var að gera áðan, fyrsta HTML inn í þessari hérna möppu, þá sjáum við bara að þetta er hérna inn á Dropboxinu mínu, undir þessu, hérna skjalið. Það er hvítt, skiljanlega, út af því að við vorum ekki með meira en bara þetta. Þannig að þá sjáum við hér, svona hérna erum við komin. Ok, síðan ætla ég bara eins og segjum hérna fyrir þetta hérna efni sem við erum með. Þannig að þá er ég með eitthvað svona, ég er með eitthvað efni og ég er með einhverjar, þetta skiptist einhvern veginn niður. Þannig að það sem ég gerði hér og er í raun bara mjög eðlilegt að gera er að setja þetta í svona section með svona fyrirsögnum og svo einhverju contenti þar inn í. Þannig að ef við núna ímyndum okkur að ég hef verið mjög duglegur, þá erum við komin allt í einu með þetta hérna og minkum við aðeins þannig að við sjáum aðeins betur hvað er í gangi. Þannig að þá erum við með þetta hér, copy paste, svona. Og hérna er ég búinn að aukalega setja í raun að ég sé, þessi síða hjá mér sé á íslensku og svo erum við með hérna section og þetta section er í raun bara svona eitthvað svona kaflaskiptir vefnum hjá mér. Undir því setjum strax heading, svo setjum ég á það ID og ástæðan fyrir því að ég setja ID á þetta hérna er það að ég geta vísað í þetta síðan með svona fragmenti eins og við vorum að skoða á hann með hérna fú og bar. Þannig að núna er ég með þetta, svo er ég með fyrirlestrar hérna, það er eins, það er section, li, undir því og hérna er aftur þessi ID og svo lokum hérna eitthvað section fyrir verkefni. Af því að þá er ég búinn að ekki gera það sem ég ætlaði að vera búinn að gera. Góður punktur. Af því að hér vantar í raun eitthvað, þú veist, það vantar eitthvað svona yfirgrips, það vantar aðal fyrirsögnin á þessu síðu sem er í raun skilgreind hér, en hún er ekki skilgreind í meginmálinu. Sem að hefði í raun þá, svona sjáum við erum með eitthvað svona disconnected hluti, það er svo vanti eitthvað þarna efst. Þannig að þá viljum við í raun gera tvennt. Annað er að setja fyrirsögnina, en svo er annað sem við getum gert líka. Hvað er það?
við getum sett utan þetta allt saman, main, þá sjáum við hérna að ég vil taka í raun allt contentið sem þá alveg hinga niður og loka hér, main. Svo ætlum við að taka og blokka þetta allt og íta á tab og þá dreg ég þetta allt inn eitt inndrátt. Svo sko, ég hef farið í gegnum margt á minni löngu ævi. Einu sinni hélt ég að tabs væri góð hugmynd í kóða. Svo þroskaðist ég og komst að því að tabs eru það versta sem ég geti gert. Ekki nota tabs. Þið megi alveg, ég ætla samt ekki að dæma ykkur. En það bara ógeðslega, mér finnst það mjög skrítið að sjá það í dag. Þannig að ég nota 2 bil fyrir tabs. Af því að þá verður þetta svona, ef það er mikið í gangi, þá verður þetta ekki mjög eindregið. Ef við skoðum eitthvað með kóð á GitHub sem er eindregið með tabs og hann er svona, þú veist, meira en 3 inndráttar, þá er hann bara svona, orðið svona breiður. Og það sem þá ekki myndina, þá er þetta mjög breitt. Já, þú getur stilt það þannig að þú segir þetta tabs þessi 2 spaces, en þá er það context-based við þinn editor. Svo setur eitthvað annað og þá er tab space 1008. Þannig að ef þú notar bara actually alltaf 2 bil, þá eru það alltaf 2 bil. En þið gæti verið einhver hérna sem jafnvel blóð, svona renni, heitir blóðið þegar kemur að þessu og er alveg núna að hata mig. Þannig að tökum það bara eftir, fyrir utan. En hérna, þannig nú er ég búinn að setja main og ég er búinn að laga inndráttinn á þessu. Og þá sjáum við hérna, ég er með eitthvað skrift til þess að fylgjast með því nú hvað eru duglega að skoða þetta og svo ég get svona refresha stats og það er allt svo gaman. Þannig að hérna er ég með eitthvað svona embedded dot sem er ekki í meginmálinu síðunum minni. Þetta er bara Google Analytics þar sem ég sé í raun allar heimsóknartölur. Þannig að þá í raun getum við gert hérna og þá getum við gert með sér hérna í Atom ef við förum. Nei, já. Allar á þennan function bara hvert skiptum við þessi síðu opnum. Já, nema ef við notum svona eins og ghostery, þá getum við slökkt á því að það sé svona fylgst með ykkur. Þetta er mjög Ef þið setjum upp ghostery, þá verðið mjög hratt, mjög hissa á því hvað er ógeðslega mikið fylgst með ykkur á netinu. Þú þarft ekki að setja upp function að kalla á þessu inn í þessu. Nei, það er bara, þetta er galdrað hérna. Þetta er function kall hér. Þetta trackar page view á Google Analytics. Þannig að ég sé hversu margir eru að heimsækja vefinn, ég sé hvaða er mest notað og svona. Svo get ég tengt þetta við YouTube myndböndin og þá getur fæðið svona Analytics bara þess að sé ef eitthvað er bilað og svona. Hvað er þetta hér? Ghostery. Það er í raun hérna extension í alla vafra til þess að láta hætta svona bull. Getur séð hvaðan fólk er að koma? Já, með þessu er þetta að sjá í raun hvaðan fólk er að koma og ef að þið til dæmis eru logguð inn á Google þá fæ ég að vita hversu hátt hlutfall kynja er, aldurspil. Það er ekki að gera það. Nei, þetta er ekki, þetta eru anonymized upplýsingar nema hægt að koma að staði, það er þetta dedúsa ýmislegt út úr upplýsingum en hérna allavega þetta var smá detour en það fylgst svo mikið með okkur að ég veit ekki hvað ég á að byrja. En þá erum við komin hérna með þetta main og þá getum við sett hérna H1 og sett hérna svona. Þá erum við komin með main fyrirsögnuna hérna og þá sjáum við bara án þess að gera neitt þá er hún stærri en allar hina fyrirsögnunar af því að hún er mikilvægari. Þá getum við bara borið saman hvað gerist ef við gerum hérna H6. Þá er hún svona pinkulítil. Þannig að þarna er í raun bara vafrinn að gera ráð fyrir því að því að við mörkuðum þetta svona upp, settum þetta sem mikilvægastu eða minnst mikilvægastu fyrirsögnuna að þá á þetta að vera svona stórt eða svona lítið. Þannig að svona fáum við í raun einhvers konar svona gefið útlit frá vafranum. Og þetta er það sem við viljum horfa núna. Í fyrsta verkefninu má þetta alveg lítið svona út, þið þurfið ekkert að fara að leika ykkur með CSS. Það kemur næst. Og svo erum við að nota hérna uli til þess að nota þetta og svo, já, ástæðan fyrir þessum IDM hérna er það, ef ég stækka þetta rosa mikið hérna og ég vil senda á okkur hérna, já, heyrðu, þið við erum að skoða þetta hérna í fyrirlestri 1. Þá get ég skrifa svona, sjá hérna uppi, svona oktaþorp eða millimerki eða hashtag og gert F01 sem er ID hér og þá
þá fer ég hingað, sama hvar ég er. Þannig ef ég sendi ykkur þennan link, en ekki án þess, þá farið ekki hingað efst, heldur farið akkurat það sem ég viljið. Sem getur orðið þægilegt þegar ég er búin að bæta inn meira efni. Eða síðan ég fann að stækka eitthvað svoleiðis. Þannig að það er ástæðan fyrir því þetta er alls staðar hérna merkt svona. Ok, núna ætla ég að reyna ef að mér þetta svona og reframe þetta hérna. En nú er ég til dæmis búinn að setja hérna upp eitthvað plan fyrir námskeið og mér langar svolítið til að setja það á vefinn í töfluformi. Þannig að núna skrifa ég það bara svona í Markdown sem að er hérna leið til þess að setja texta. Þetta er svona, nei, þetta er ekki Markdown, þetta er bara svona ég skrifa ykkur texta í rickli með fullt af bilum á milli. Þannig að ég ætla að reyna að taka þetta núna og varpa þessu yfir í töflu. Þá getum við prófað hérna aðeins, getum við skoða. Við getum að setja hérna búið bara til nýtt section, þegar ég er að fara að gera eitthvað nýtt svona. Og ég ætla að setja nýja fyrirsögn sem er bara kennslu á ætlun. Þú getur verið latur og oft er gott að vera latur. Ég vil aðeins að skoða hérna element index hjá HTML5 Doctor sem er eiginlega besti staðurinn til að fara og skoða hvað maður á að vera að nota eða hvað eitthvað er. Og ég ætla að finna hérna, þannig hérna sjáum við bara, þetta virkar þá þannig að þetta er bara öll í stafrófsröð, öll element ásamt því að vera svona lítill texti það og svo linkur ef að HTML doktorinn hefur farið sérstaklega yfir það. Þannig hérna er bara heil grein það hvernig, nú er ég með svona dót í gangi sem að virkar illa þessari síðu. Sjá, ég ætla að slaka því, gleymdi fyrir hann. Sko, það er hérna þessi og slökna þessu. Þannig að þá fer ég hérna og þá get ég lesið þessa grein annars hún farið öll í klassu og þá er þetta bara svona, hei, hver er semantíkin í þessu elementi og hvenær er gott að nota og hvernig ég gefur með dæmi það. Þannig að APR er svona abbreviation, þannig að það er svo á ég nota þetta hérna fyrir CDs, til þess að segja hérna, já, compact discs og svo framvegis. Þannig að þetta er í raun, þetta kemur oft svona fram, þannig að hérna með BBC, ég setja sem APR og þá túlkar vafrið það svona, ég get hoverið yfir því og séð fyrir hvað skammstöfunin stendur. Svo erum við með alveg fleiri og fleiri hérna, en núna ætla ég að skoða eitt sem heitir pre. Pre-element represents a block of pre-formatted text in which structure is represented by typographic conventions rather than by elements. Þannig að alveg blati Óli, get ekki svona, þá erum við með pre, byggjum bara þetta hérna, af því að þetta er svona og ég vil að þetta breytist svona og svo pastaði það bara hérna inn og ég dreigði það inn svona. Þá er ég raun hérna með eitthvað element og inn í honum er texti, en textin var ekki svo representar af elementum, heldur af bara typografíunum sem er hérna inni. Þannig að núna fer ég og refresha hér, þá fæ ég þessa kennsluáætlun svona bara eins. En ég get ekki, gert neitt meira við þetta, þannig ég verði að breyta þessu yfir í töflu. Þannig að þá er bara dice og hvað á ég að gera? Á ég að fara bara hérna, TR, TD, svo bara fylgist með mér að gera þetta í 20 mínútur. Ó nei, þannig að við getum notað editorinn okkar. Þannig nú ætla ég að fara hérna, ég ætla bara að gera nýtt skjal og ég ætla að byrja því að henda þessu út og ég ætla að byrja því að taka þessa hérna línu og breyta henni í header lína mína. Þannig ég ætla að setja hérna TR, TR og þá vil ég raun gera svona TH, ok, TH, ég vil aðeins að horfa mig að gera þetta, þá er þetta svolítið þetta. TH, það er alveg svona, ég má alveg ímynda okkur að þetta er ekki skemmtilega til lengdar. Þannig að ég ætla að gera hérna, ég ætla bara að gera svona, ok, svo ætla ég að blokka allar þessi hérna línur. Svo ég manna rétt. Svo hérna á makkanum er þessi Option Shift L.
eða hérna í view, selection, split into lines. Þannig núna er ég búinn að splitta þessu yfir í lines. Og svo hérna, ég kom með 3 cursora í staðinn fyrir 1. Og þá getur ég skrifað það sama fyrir allt. Þannig að, miklu betra. Þannig gátu við í staðinn fyrir að vera að gera þetta í höndunum og taka ógeðslega langan tíma, gera villu og eitthvað svona, þá bara gera þetta svona, miklu betra. Editorar. Og nei, þetta er hægt í 9 editorum. Þetta er hægt í Sublime, þetta er hægt í Atom og þetta er hægt í Visual Studio Code. En það margborgar sig að læra af editorum sinni. Þannig núna ætla ég bara hérna, að þegar ég þarf svona white space til þess að geta gert þetta hérna, þannig ég ætla bara svona undir einhverjum white spaceum. Þannig núna er þetta svona svolítið hacky, svona hvað ég er að gera hérna, en þú veist, ég er svona að vera svolítið latur. Þannig núna ætla ég að blokka þetta allt. Ok, svona, hérna, ég kom með cursor fyrir þetta. Svo ætla ég bara að byrja, TR, TD, TD, TD. Það er row og hvað D? D er data, table row, table data. Ok, hérna get ég síðan farið að lenda í einhverjum vandræðum þegar ég er með mislangan texta. Svolítið svona skrítið að horfa á þetta. Þannig ég ætla að fara í raun bara því ég man að þetta er í raun allt jafn breytt á milli, að ég var bara búinn að stýra þetta til. Þannig ég veit þegar ég kom með þessu hérna, þá á ég að loka. Þannig ég leyfi bara að vera þarna fullt af einhverju space á milli. Svona, og svo sama hér. Ég veit að ég má fara alveg hér. Svona, nema hérna er einhver lína 54, ég er að fara að gera eitthvað. En ég sett mig við það og segi, hei, ég er fljótari að laga þetta en að fara í að gera þetta allt í höndunum. Svo lendir maður oft í svona, að þetta er orðið alveg svona, sérstaklega ef maður er með, tökum við af wrap, undoum aðeins til að sjá hvað við vorum að gera hérna. Hvar fór þetta allt í rugl hjá okkur? Hér fór þetta allt í rugl hjá okkur. Fyrir maður fyrr, þá getum við bakka bara, en það er alltaf leið að bakka. Ok. Svona. Get ég hér. Nú hef ég aðeins yfirsýn yfir hvað ég er að gera. 7. Ekki. Og svo hér. Og svo ég glemdi hérna að setja spacing hérna, eða þú veist. Þannig að fer þessi röð í rugl og svo hérna TD, TR og svo þarf ég bara að laga þessu hérna. Ok. Svo núna er þetta svona eitthvað, en þetta er rosalega óþægilegt að horfa á þetta. Þannig að nú skulum við fara hérna og tökum bara og gerum bara finnum 2 bil og replace því með 1 bili. Gerum það bara ítrekað, þannig að það er ekki fleiri bil eftir. Ok, nú erum við búin að þjappa þessu saman. Ok, þá getum við tekið hérna TD, fundið það og ég ætla að replacea loka TD með loka TD og svo ætla ég að setja hérna \n, kveikja á regular expressions sem við sjáum hérna og replace all. Ok. Þá fáum við öll TD-in í nýja línu. En svo viljum við líka gera það verið TR. Þannig gerum hérna TR og TR á að verða new line, bil. Nei, það á að vera TR og svo new line, bil. Svona. Ok. Þá hefðum bara replaceaði með bókstaflega strengnum \n. Þegar \n í regular expression er bara new line og við getum notað líka hérna \t en já, nú sjáum þið ekki neitt náttúrulega. Ok, þannig að nú endum við þetta. Þá er þetta svona
svona, þegar ég var aðeins að flýta mér, það er svona smá clean-up sem þarf að gera hérna. Hérna erum við með eitthvað tómt, en við sjáum svona pretty much, þá er þetta allt hérna. Svona, eitthvað skrítið, en ok, sjáum bara síðan hvað gerist núna og losum okkur við þetta og setjum table og table, lokum því svona og bara prófum. Ok, það er svona, hérna sjáum við við sjáum rosa lítið hvað er í gangi af því að það er engin aðskiljar á milli hluta, þannig að þá skulum við setja hérna attribútið sem skilgreinir útlit en hjálpar okkur í þessu tilfelli. Og við sjáum hérna seinasti dálkurinn er í einhverju rugli út af því að hann er allir hér en hann ætti að vera hér. Þannig að nú getum við nú hefur við tvennt í boði. Við getum bara farið yfir þetta og reynt að finna þetta, hvað er í bilað, eða við getum bara tekið hérna, bara option alt, option copy og farið bara og bekkað hér. Og þá sjáum við hérna að, ok, the border attribute on a table element is obsolete. Að þegar við erum að nota eitthvað til að stýra útliti. Þá segir bara use CSS instead. Við setjum okkur við þetta. Svo sjáum við hérna, hey, lína 59, column 34. 59. Uh, 84. Ég sé nú ekki neitt að hérna. Já, hérna. Hér er eitthvað. Hér er auka TD, ok. Við getum farið svona yfir og lagað, en við getum líka bara farið og séð hérna nokkurn veginn hvernig þetta ætti að lagast. Þannig að með því að gera svona, þá getum við sparað okkur heilmikinn tíma og svo fyrir einhvern sem eru ennþá áhugasamir svona hraðar leiðir til þess að eiga við gögn. Þá líka hægt að nota Excel eða Google Docs, Google Sheets í svona. Og þá getum við nefnilega að nota svona string concatenation til þess að búa til og formata svona hluti hratt og örugglega. En það er svona fyrir annan tíma. Ok, þannig að núna erum við komin með, þá sjáum við, þetta er svona að taka á þessu mynd hérna. Og nú ætla ég ekki að láta ykkur horfa á mig klára þetta. Heldur er ég að hugsa, mér langar svo mikið til þess að fá hérna, til þess að svona inspire okkur öll að setja quote frá honum hérna Tim Berners-Lee á forsíðuna. En núna ætla ég að fara hérna og það var í fyrri fyrirlestunum okkar. Nei. Men hann er hérna og líka hér var ég ekki með eitthvað quote hérna. Hérna er ég með quote. Fallegt. Og ég ætla að setja það einhvern veginn hérna efst svona til þess að við opnið þetta og þeir eru svona, já, vefurinn, geðvægt. Svo þetta er tilbúin til þess að vefa eitthvað í dag. Og þá getum við sett það bara hérna inn svona eitthvað. Hér. En þá kemur það svona og við svona verandi svona merkingafræðilega þenkjandi veltum við fyrir okkur hvort að það sé ekki til eitthvað betra. Þá förum við hérna getum við farið hérna í HTML5 doktor eða við getum farið hérna getum við farið í stóran lista af öllum elementum í HTML. Þá getum við séð bara í stafrófsröð alveg niður hérna. Hey, hér er eitthvað spennandi sem heitir block quote. Þannig að þá getum við ítt hérna, þá getum við farið og séð í raun bara mjög svona þurran og leiðilegan texta sem ég get lesið svo sem alveg, já, þetta meira að segja virkaði ekki linkurinn hjá þeim hérna. Þannig að við finnum það bara block quote. Vandræðið fyrir W3C, það er bara brotin linkur. Hérna block quote. Hérna getum við í raun lesið út úr því hvernig við ættum að svona semantically setja þetta upp. En þá getum við séð hérna eitthvað dæmi
block quote, þá kemur en þetta alltaf tíðum svolítið þurrt. Þannig að frekar viljum við fá hérna hjá HTML Doctor, þá hérna block quote. Nei, þeir eru ekki með þar, þeir eru með greinaröglu undir. Nei, ekki einu sinni. Ok, ég veit allavega að þeir eru með góða grein um það hvernig við erum að nota block quote, en notum það bara blockchain. Quoting and citing with block quote, Q and cite and the cite attribute. Þannig að hér í raun bara farið yfir þetta. Hér meira sem búið að segja frá 2013 þá breyttist þetta og hér eitthvað cite and block quote reloaded. Og þá í raun bara farið yfir það hvernig við getum notað þetta og í raun fengjum svona ýmsan text það hvað hérna theoretical purity, serve a real problem og það alltaf rosalega mikil og skemmtileg filosófía sem bundin við það að reyna að finna rétta elementið. En hérna sjáum við eitthvað sem lítur út fyrir að vera tough, ok, eitthvað meira hérna, nei, ok, og eins og góðir forritarar, þá blokkum við þetta, við kópíum þetta, við förum í editorinn okkar og við pastum. Ok, svo sjáum við hérna, ok, block quote, ég ætla að setja kvóti mitt, sem þá allt þetta, inn í þetta, og svo ég hérna með footer, og þá ég með eitthvað cite í raun höfundinn. Og hann Tim Berners-Lee, þannig að noti ég henda allir hérna út og setja hér bara þann texta. Og sjá nú hvort að það líti ekki aðeins skemmtilegra út en hitt. Þannig að þá sjáum við að aftur eins og áðan þegar við setjum headingana á, að þá við það að setja þetta svona, þá erum við að fá einhverju svona, þetta aðeins indregið, þetta hérna cite, lætur þetta vera italics, þannig að það verið að lesa upp úr þessari sematík sem við settum bara með því að nota HTML, en verið að dedúsa hana til þess að birta einhvern veginn útlitið. Og svo munum við sjá hvernig við tökum þetta síðan, breytum útlitinu eins og við viljum með CSS. En já, ég sem ekki neinn önnur dæmi, einhverjar pælingar frá ykkur. Já, var það held upp á síðu-netinu, þá var það einmitt líka það sem í dæmendumundi núna í næstu viku, í raun að sýna ykkur hvernig það gert, en sem nemendur í háskólanum, þá fáið þið heimasvæði, sem í raun bara heimasvæði þar sem þið notið, ef það hefum velt ykkur fyrir því hvað mappan.public.html að gera í heimasvæðin ykkar, þá hún í raun allt undir henni það sem aðgengilegt á heimasvæðin ykkar, eins og hérna hjá mér á Bosk 1, sem notanafnið mitt hérna, þá þetta rótin á heimasvæðinu mínu. Og svo býð ég bara til möppur og uploada, og ef við farið hérna og skoðið undir heimasvæði og geymsla, FTP, þá hérna leiðbeiningar það hvernig þið getið tengst þessu. Svo, það nóg að setja inn í public HTML möppuna undir þessu. Ég ráðleika ykkur að setja undir eitthvað svona, þú veist, vefforritun, verkefni 1 eða eitthvað, af því annars, þú veist, þurfa að yfirskrifa það næstur að setja inn næsta verkefni. Já, ég myndi mæla með einni möppu fyrir hvert verkefni. En það einmitt hérna, ég var einmitt búinn að vera í sambandi við, af því að ég gat hvergi tengst Kötlu RHI nema inn á háskólanetinu, en þess að hekla.rhi.hi.is virkar utan hús án vandræða og ég búinn að prófa það. Það verður svona lengi að setja dóta því ég komst aldrei inn á FTP-svæði. Þannig að hér getið þið notað þetta, ég bara mæli mér að prófa þetta. Svo megið þið líka ef að þið eru með eitthvað eigin heimasvæði og þetta ekkert nýtt og þið kunnið þetta allt saman, þá megið hendis upp hvar sem Fólk hefur notað svona eigin þjóna eða einhver önnur ókeypis hýsingu eða keypta hýsingu eða eitthvað. Það bara að þið uppfyllir þetta því að það hollt að gera eitthvað á tölvunni sinni og færa það síðan yfir á vefþjóninn. Af því að ef til dæmis eru með vitlaust stafasett,
þá mun það alveg, það virkar kannski hjá ykkur, en þegar það komið vefþjónum þá fara allt í klösu. Ok, eitthvað fleira? Þá bara höfum við þetta gott í dag. Sjáumst á föstudaginn.